HK og náði að tryggja sig inn í áttaliða úrslitin með mjög góðum leik og samfærandi sigri gegn Haukum þar sem að Brynjar Vignir markvörður fór á kostum. Hann fór á kostum, hann var alveg geggjaður í þessum leik og bara með hverja vörsluna á fætur annari og þú veist á fyrstu 10 mínútunum ég held að sem ykkur að 5 bolta Haukar ná bara inn einu marki þarna á fyrstu mínútunum og hann var að verja bara allar típur af skoti, dauðafæri og skot fyrir utan og fleira. Þetta eru engar smá vörslur sem við erum að sjá hérna til dæmis, svo þessi kekkju. Gott að sé komast í rytma fyrir HK því að hann svona stuðkall þegar hann vel, þá getur það dottið í svaka stuð og svo með Jóhann að baka hann upp og þeir verða að fá þetta í einvíginaldi var. Já. Sko vissulega skoruðu HK og ekki nema 26 mörk sem allt í lagi en hann var vel útfærður sóknarleikurinn, Rakel. Já, sko sérstaklega í fyrri hálfleik. Þeir spiluðu sóknina gríðarlega vel og það sem að gerðist líka þá auðvitað náðu þeir að draga svolítið úr vopnum Haukana, þessi hröðu upphlaupið þeim. Haukarnir þetta grimmir að keyra á og sáum það í fyrri leikna þeirra á Ásvöllum í vetur þar sem þeir keyrðu HK-ingana í kaf. En hér sjáum við nokkra sóknir og spiluðu þessa sókn til dæmis eða þessa leikréttu bara meira og minna allan fyrirháleikinn í gegn þessari 5-1 vörn og hún var gríðarlega vel útfærð hjá þeim og eins og ég segi, það er svona sérstaklega þetta að ná að draga úr þessum hraðupphlaupum hjá Haukum, þessum seinnibylgjumörkum sem að þeir eru auðvitað rosalega öflugir. Sérfræðingar í og svo líka við höfum séð þetta í vetur að ef HK nær sterkum varnarleik þá hefur liðið verið að ná úrslitum. Já, og þeir, sko í seinni hálfleik sérstaklega, þá lenda þeir í basli sóknarlega, HK, eins og vel og spiluðu þannig í fyrri hálfleik. En þá er það sem að þeir gera vel, að þeir spiluðu frábæra vörn, rosalega hreyfanlegir, góða hjálpavörn, að ná að negla, og brjóta í fríköstin. Og það er svolítið það sem að bara býr til hennar sigur ásamt framistöðu þetta Brynjars líka, því að átti erfiðleikum þarna fram á við, en þá er svo mikilvægt að ná að standa vörnina vel og Haukarnir bara áttu bara mjög erfitt með að koma boltanum í mark. Vildu segja eina frábæra hreyfingu hjá Freyr Arons. Má segja kannski að þetta hafi verið svona deildakeppnisstinga hjá Haukunum að það þurfti svo mikið að gerast. Já. Til þess að þeir myndu taka deildarmeistaratitilinn að þetta var svona. Já, það má segja það auðvitað að þessi leikur, ég held að þeir hafi Sjáðu Sigga Jeppesson þarna. Hann ekki oft tekið svona. Þetta var rosalegt. Þeir hafa ekki haft mikla trú á því að bæði FH og Valur myndu mistiga sig, sérstaklega eftir fréttirnar sem voru þarna fyrir valsleikinn að Eyjamenn væru að tefla fram svolítið fáum leikmönnum.